Já, forseti og bæjarfulltrúar, þeir höldum hér áfram svo frá að borðið. Það voru hér smá tæknilegir orðileikar hér í salnum og ég vona að það sé búið að laga það. Ég held ég hafi verið komin í útskýringum og rekstrarreikningum þar sem ég var að tala hérna um rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Hún er sem sagt jákvæð um 424 milljónir. En áætlunin gerði ráð fyrir því að hún yrði jákvæð um 132 milljónir, þannig að sú tala er töluvert betri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir og árið 2020 var þessi niðurstaða 163 milljónir með jákvæðum formerkjum. En fjármagnsgjöldin urðu hins vegar mun hærri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir, þannig að fjármagnsgjöldin eru 961 milljón, samanborið við 686 milljónir í áætlun og samanborið við 687 milljónir í ársreikningum 2020. Og þarna munar það að verðbólga varð mun meiri, mun hærri, heldur en þjóðhagsspá sem að gengið var út frá við gerði áætlunar fyrir 2021 gerði ráð fyrir. Og þeim þýðir þá það að verðbætur fyrir árið 2021 urðu töluvert hærri heldur en áætlunin sagði til um. Nú tekjuskatturinn var 24,5 milljón og þetta þýðir allt saman að hin eiginlega rekstrarniðurstaða ársreikningsins er neikvæð um 561 milljón sem er rúmum 5 milljónum krónum betri heldur en niðurstaða eða áætlunin var sem samþykkt var 2021. En hún gerði ráð fyrir 567 milljón króna alla. Þetta er þrátt fyrir það, þar að segja niðurstaðan er þrátt fyrir þessu betri heldur en áætlunin sagði til um, þrátt fyrir að reiknaðar stærðir eins og lífeyrisskuldbindingar og verðbætur hafi verið mun hærri heldur en vorum að áætla. Það er raunverulega liðir sem að við hér við þetta borð ráðum engum. Og ætla ég aðeins að útskýra þetta betur. Fjármagnsliðirnir í ársreikningum 2021 eru sem sagt þannig samsettir að vaxtagjöldin voru 327 milljónir og það var nokkuð í samræmi við áætlunina sem var 314 milljónir. Verðbætur sem að við áætluðum ársreikningnum eða í áætluninni voru 371 milljón, þetta er bara 372 milljónir, en hækkun verðbóta umfram þjóðhagsspá var 262 milljónir. Þannig að fjármagnsliðirnir eru sem sagt 961 milljón til gjalda en áætlunin upp á 686. Og þarna munar 275 milljónum og af þeim 275 milljónum eru 262 milljónir vegna hærri verðbólgu eða hærri verðbóta. Ég vil bara sýna þetta hér til þess að leggja áherslu á það, þetta er reiknustaða sjálfsögðu, verðbætur, en að þetta hefur náttúrulega töluvert, ekki töluvert, bara mjög mikil áhrif á rekstrarniðurstöðuna til þess verra. Og ég vildi líka gera aðeins grein hérna fyrir lífeyrisskuldbindingunum. Í áætlun var verið að reikna með eða lífeyrisskuldbindingarnar voru í ársbyrjun 1883 milljónir tæpar. Það var gert ráð fyrir því að þeir greitt sem lífeyrir árinu 2021 85 milljónir sem kemur þá til lækkunar lífeyrisskuldbindingunum því að það er greiðslur til lífeyrisþega upp í þessar skuldbindingar sem er búið að reikna inn í efnahagsreikninginn. Og það var áætlað að hækkun þeirra, lífeyrisskuldbindingarna sem er svona hefðbundnar breytingar á lífeyrisskuldbindingum sem skapast af hækkun launa, færslu fólks milli þrepa og svo framvegis væri 180 milljónir og lífeyrisskuldbindingin í árslok 2021 yrði 1978 milljónir. En reyndin var að hún er reiknuð sem 2 miljardar 326 milljónum og við hittum nokkurn veginn á það sem var greitt sem lífeyrir, að framlag vegna lífeyrisgreiðslna
það voru 83 milljónir en áætlun var upp 85, þannig að það stefnst nokkurn veginn. Hefðbundnir breytingar á skuldbindingunni voru 115 milljónir en við vorum að gera ráð fyrir 180 milljónir, þannig að það töluvert lægra. Eins og koma síðan tvær breytingar á útreikningum, annars vegar vegna breyting á dánarleikum, eða það má líka kalla lífslíkur. Það er að segja að það var endur metið dánarlíkur eða lífslíkur þeirra sem að heyra undir þennan sjóð eða B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Og það hafði áhrif til hækkunar lífeyrisskuldbindingu upp á 98 milljónir. Og er svo sem lítið við því að segja, það er útreikningur á þessu lífslíkur fólks er sem betur fyrir að hækka, að lífaldurinn að hækka og það er jákvætt fyrir þjóðina og okkur, en það þýðir þá það líka að fólk er þá lengur á lífeyri sem að kalla þá á hækkun á matinu. Síðan er hér annar liður sem hefur áhrif upp á rúmar 313 milljónir sem að skapast af því að innbyggt í þessu kerfi hefur verið gert ráð fyrir því að meðallaun þeirra starfsmanna sem að taka laun, eða opinbera starfsmanna, þá það er sem taka laun og þessari B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins hækki að meðaltali 5% á ári. Þessar lífeyrisskuldbindingar eru reiknaðar út af fyrirtæki hér á Íslandi sem heitir Talnakönnun og þeirra niðurstaða var sú að þessar launahækkanir yrðu meiri en 5% til framtíðar og rökstuddu það með því að síðustu 25 árin hafa laun þessara starfsmanna hækkað að meðaltali 7,8%. En þegar við tölum laun, þá er tölum laun í þessu tilfelli til útreiknings á þessu lífeyri. Og það er þá dagvinnu launaþátturinn sem er grundvöllur greiðslu lífeyrisréttinda úr B-deildinni. Og við hér stjórnendur bæjarins spenntum nú á það að í þessu tilfelli væri nú tvennt sem að væri nú rétt að hafa í huga þessu sambandi að á þessu tímabili, á þessu 25 ára tímabili þá voru gerðar miklar kerfisbreytingar á launum opinberra starfsmanna. Það voru færð inn í grunnlaun föst yfirvinna starfsmanna sem hækkuðu dagvinnulaunin og þar af leiðandi grundvöll til lífeyrisréttinda. Þess vegna var B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins lögð niður á sínum tíma og ný deild stofnuð sem er A-deild og henni lokað, en þannig erum við að tala þá sem að ákváðu að vera halda áfram að greiða í B-deild. Það var val á sínum tíma og svo þá sem að þegar voru í deildinni. Ég er ekki sammála því að laun opinberra starfsmanna munu hækka að meðaltali 7,5% út í henni óendanlega. Ég tel þetta of mat, en þetta er mat þessa fyrirtækis og eftir því höfum við farið og þess vegna er þetta svona sett fram í ársreikningum og líka af tilmælum endurskoðanda okkar að það var svona kom til álita að nota ekki þessa 7,5% hækkun, þetta halda okkur við bara að laun þessar starfsmanna myndu að hækka út í óendanlega 5% ári eins og hefur gert ráð fyrir. Það hefur áhrif á hlutfall sveitarfélagsins versus lífeyrissjóðs sjálfs í lífeyrisgreiðslunum eða lífeyrisskuldbindingunum. Það var fyrir þessa breytingu 52% en tilliti til þess að breytinga verði á 60% og þess vegna hækkar útreikningunum og skuldbindingunum þessum 313 milljónir. Ég vildi bara vekja athygli á sig hér því að þetta tvennt annars vegar verðbæturnar við því náttúrulega ekkert að gera í sjálfum sér, ekki nema ná niður verðbólgunni sem er verðlegt verkefni og svo þessa með lífeyrisskuldbindingarnar þetta hefur verulega áhrif á niðurstöðu reikningsins og eins og sjáum á hér á kannski þessari glæru ef við svona ræðum áhrif óvæntra liða á rekstrarniðurstöðu að þá sjáum við hér að ef þessir óvæntu liðir
hefði ekki komið fram, þannig að segja verðbólgan hefði verið hærri og þessi endurskoðun á hækkun launa opinberra starfsmanna eða það sem heyrir undir lífeyrissjóðinn til allra framtíðar hefði ekki verið gert, að þá hefði verið jákvæð niðurstaða á rekstri Mosfæðar. Og það er hinn venjubundni rekstur, svona það sem að við hér erum að svona horfa eða höfum stjórn yfir. Við getum ekki stjórnað verðlaginu, það tók langið mjög til og því miður gátum við ekki stjórnað þessu með lífeyrisskuldbindingar þó að mörg okkar séum ósammála því að þetta sé réttar forsendur. Og það kæmi mér svo sem ekkert óvart að inn í framtíðina kæmi tekjufærsla inn í rekstrarreikninginn vegna þess að menn munu koma að vega á það að þessar forsendur eru ekki réttar. En hvað það? Þetta er niðurstaða reikningsins og sett upp svona og það gefur þá þessa niðurstöðu. Rekstrar niðurstaðan neikvæð 561 milljónir. Ég vildi vekja sérstaklega athygli á þessu og varpa ljósi á þetta. Ég gerir ráð fyrir því að endurskoðendur hér Magnús Jónsson komi hérna inn á þetta aftur líka inn á eftir því að við höfum rætt þetta töluvert mikið svona í aðdraganda þessa ásetnings. Þannig að ég vildi svona varpa ljós á þetta með þessum hætti. Nú sjóðstreymisyfirlitið, mikilvægt sérstaklega í ljósi þess hvað er hér að gerast með regnaðar stærðir. Og hér er sem sagt rekstra niðurstaðan til útleiðinga á veltu frá rekstri. Veltur hjá rekstri eru þeir fjármunir sem eftir eru á bankareikningi bæjarins þegar búið er að greiða kostnað og þeir peningar sem að það fjármunir sem við höfum til þess að framkvæma fyrir og greiða afborgunar skuldum. Mjög mikilvæg stærð og kannski mikilvægari, sérstaklega í þessu ljósi, heldur en rekstra niðurstaðan sjálf. En hún var neikvæð 561 milljón og hún er leiðrétt þá fyrir reiknuðum stærðum sem ekki hafa áhrif á sjóðsútstreymi, eru bara reiknaðar en ekki greiddar í peningum. Og þar eru afskriftir 521 milljón, það eru verðbæturnar upp á 634 milljónir og samanborið við áætlunum upp á 371. Það eru tekjuskattsbreytingin, hækkun á tekjuskattsskuldbindingunni upp á 9 milljónir og svo lífeyrisskuldbindingin, hækkun á henni upp á 527 milljónir. En þið sjáu að mismunurinn hann er 263 milljónir frá áætlunum eins og rættum á. Og þetta gefur okkur þá veltum sér frá rekstri upp á 1131 milljón, samanborið við áætlun upp á 487 milljónir. Þetta er tæplega 500 milljón betri niðurstaða heldur en áætlunin sagði til sem að erum þá með þessar 1131 milljón sem reksturinn er að skila sér inn á bankareikningu okkar. Og það þýðir náttúrulega það að við þurftum að taka til að mynda lægri lán en við höfum gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun vegna þess að við höfum meira úr að spila til að standa undir afborgunum af lánum og þeim framkvæmdum sem við réðumst í. Þannig að þetta er ánægileg niðurstaða hvað þetta varðar og gefur kannski gleggri mynd af hinum eiginlega rekstri bæjarins heldur en rekstrar niðurstaðan sjálf núna þetta skiptið. Og þetta gefur okkur hér svona niðurstöðu í nokkrum lykiltölum. Skuldaviðmiðið er rétt rúmlega 100%, skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð má vera 150% samkvæmt fjárhagsviðmiðunum sem reyndar er nú búið að kippa tímabundið úr sambandi. Þetta var hækkað örlítið frá árinu 2020. Þetta er minna heldur en við vorum raun og veru kannski að gera ráð fyrir vegna þess að reksturinn sem slíkur er að skila meiri fjármunum heldur en við vorum að gera ráð fyrir sem veltufið frá rekstri. Og langtíma skuldir í hlutfalli við veltufið frá rekstri mælt í árum eru rúm 12 ár, samanborið við rúm 24 ár í ársreikningi 2020. Og þetta sýnir okkur það að miðað við núverandi veltufið frá rekstri eins og það ef það yrði svona fram í óendanlega og við erum ekki að framkvæma neitt sem er líka svona útópía, auðvitað er ekki sveitarfélag sem ekki framkvæma neitt, að það tæki okkur rúm 12 ára greiðubókarskuldir. Ég heldur að næst komist í einhver 6-7 ár í þessu. Og auðvitað viljum við að veltufið frá rekstri sé hærra. Og veltufið frá rekstri sem í hlutfalli af afborganum skuld og skuldbindingar er 0,89, móti ásendingun 0,53, mun betra hlutfall. Auðvitað viljum við sjá þetta hlutfall yfir 1. Það þarf að vera það til framtíðar að mínum mati. En við erum náttúrulega búin að vera
að reka sveitarfélagið í mjög óvenjulegu ástandi núna síðustu 2 árin út af sollu. Við vitum hvað það er. Veltufjárhlutfallið er 0,75, hækkar úr 0,57. Það er oft talað um þetta heilbrigt eigi þetta að vera yfir 1. Já, örugglega hjá einkageiranum og slíkum aðilum. Við erum hins vegar með mjög örugga fjármögnun, frá með lánalínu og svoleiðis. Þannig ég hef nú sagt að það var ekki skynsamleg fjármálastjórnun hjá sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ að eiga peninginn á reikningum til þess að eiga fyrir skammtímaskuldunum. Við höfum aðgang á þeim peningum og mjög ódýran hátt og auðfengi. Þannig að það er með þessum hætti. Nú eiginfjárhlutfallið lækkar úr 29% í 25,4%. Það má svo sem alltaf deila um það hversu glögg kennitala þetta er. Þetta er náttúrulega mat á bókvart virði eigna bæjarins sem nú fyrst og fremst samfélagslegar stofnanir, skólar og íþróttamöður og svo framvegis. Og kemur nú sennilega seint aldrei og örugglega aldrei til leysingar á þeim. Ekki nema allt verði einhvers konar katastrófa. Framleiðarhlutfallið er 6,6%, samanborið við 4,9% árið 2020. Ánægjuleg hækkun eins og líka veltufjárrekstri sem var 2020 3,8% og er 7,8%, hækkar rúmlega helming. Þið munið það þegar við vorum að ganga frá hér fjárhagsáætlunin fyrir árið 2021. Þá vorum við með það markmið að veltufjár yrði jákvætt ekki lægra en 3%. Við stilt upp áætlunin í 3,7 eða 6 svoleiðis. Það endar í 7,8 sem að skýrist að þessu sem ég var að nefna áðan að hinn eiginlega rekstur er betri. En ég myndi vilja sjá þessu tölu og hún þarf að vera til lengri tíma hærri. Það þarf að fara yfir 10% að mínu mati. Svona 10+ til þess að skila svona eðlilegum fjármunum inn í reksturinn til standandi skuldbindingum og framkvæmdum. Miskortið með að sveitarfélagið er að stækka með þessum hraða eins og það hefur að gera undanfarin ár og ekkert útlit fyrir að haldið áfram að gera. Og íbúafjöldi, hann var 1. desember rúmlega 13.000 eða 13.023. Tekið úr bókum Hafsteins Pálssonar. Nei, þetta kemur frá Hagstofunni. Og íbúarnir voru 12.565. Þannig að íbúafjölgunin var á árinu 3,6%, samanborið við 3,9% árið áður. En þetta er nú svona sú yfirferð sem að ég hafði hugsað mér að fara yfir. Bara endurtek það, hinn eiginlegi rekstur, bara má segja hann hafi gengið vel, gekk betur, heldur en áætlanir sögðu til sem að fyrst og fremst vegna þess að tekjuviðsnúningurinn var hraðari, kom fyrr tilbaka, heldur en við höfum gert ráð fyrir. Tókum þá ákvörðun hér, pólitíska ákvörðun þetta borð sameiginlega, að reka sveitarfélagið með halla árun 2020 og 2021. Reyndar ætluðum við að gera það líka árun 2022, einhverju leyti. Vegna þessa ástands ætluðum ekki að láta tekjufall sveitarfélagsins hafa áhrif á þjónustuna, taka höggið og höfðum byggt upp fjárhagslega getu sveitarfélags til þess. Og það er ánægjulegt að þessi viðsnúningur sé hraðari, en það er miður að við lendum í einhverjum reiknuðum áföllum eins og hærri verðbólgu og útreikningar lífeyrisskuldbindingum sem eru nú með þessum hætti. Þannig að það er margt ánægjulegt í þessum reikningi og meira ánægjulegt myndi ég segja en neikvætt. Þó að rekstra niðurstaðan í heilsinni sé nokkurn veginn svo sama og við gerum ráð fyrir í áætluninni, þá var miklu heilbrigðari tölur á bak við þessa niðurstöðu heldur en áætlunin sagði til. Að þessu sögðu þá legg ég þennan reikning hér fram fyrir umræðu. Endurskoðandi Magnús Jónsson kemur hér og gerir svo grein fyrir draugum endurskoðunarskýrslu og einhverjum fleirum, svo skoðurum sínum reikningum. Mig langar bara að nota þetta tækifæri og þakka honum og hans fólki, fjármáladeildinni og öllum þeim sem komið hafa að þessum reikningi. Heilmikil vinna að koma saman svona ásetningi. Bara kærlega fyrir velunum störf, þetta er vel gert, komið mikil þekking hér innanhús við gerð þessa reiknings, mun meiri heldur en var hér fyrir nokkrum árum. Við erum meira sjálfbjarga
í uppsetningu reikningsins og gerð hans, en þykir að ráðgjafar og aðstofa frá okkar endurskoðendum við lúkningu hans. Þannig að bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir velunni störf og vel gert að koma þessu reikningi saman. Takk fyrir það. Og ég taka þess að tölvu. Já, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferðum ársreikning Mosfellsbæjar 2021. Bjóða ég bara velkomin í pontu hér Magnús Jónsson, endurskoðanda frá KPMG sem mun kynna meðal annars svokallaða endurskoðunarskýrslu. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk hérlega fyrir það. Forseti bæjarfulltrúar. Tökum við smá óvissuferð. Við ætlum að fylgja hérna aftur. Já, takk fyrir það. Ég ætlaði hérna að fara yfir, það er búið að gera mjög ágætlega grein fyrir helstu niðurstöðum ársreikningsins. Ég ætlaði þó aðeins bara svona tæpa nokkrum punktum til fyllingar. Ég er svo hérna með drög að endurskoðunar skýrslu okkar sem að við gerum ráð fyrir og munum senda út til bæjarfulltrúa í aðdraganda að síðar umræðu. Við höfum aðeins skert á því hvernig við leggjum þessar skýrslur fyrir og það helgast svolítið að því að við skrifum raunverulega ekki undir hana fyrir en við síðar umræðu og þar leiðandi viljum við ekki gefa hana formulega út fyrir á þeim tímapunkti. Þannig að þið fáið hana bara í fundargögnum en að öðru leyti þá er endurskoðun okkar nær lokið. Við höldum þeim fyrirvara á því að við getum auðvitað ekki lokið henni formulega fyrir við undirritun. Við erum svona alltaf að eiga við þennan balans á milli sveitarstjórnarlaganna og svo lagum ársreikninga. Þar að segja afgreiðsluferlið hjá sveitarfélögunum býsna langt. Það er að segja ársreikningurinn fær í raun 4 formlegar umræður, getum við sagt, á vettvangi bæjarráða og bæjarstjórnar. Þannig að öðru leyti er þetta bara hefðbundið. Aðeins bara, og ég veit svo sem að þið þekki það, en eins og bæjarstjóri kom inn á þá hefur reikningurinn verið lagður fram til fyrri umræðu, þar að segja að bæjarráð og bæjarstjóri hefur undirritað og hann er þá í skilningi sveitarstjórnarlaganna tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn. Það er svona hinn formlega staðan á málinu núna. Þið takið það svo til umræðu og umfjöllunar hér og afgreiðslu og síðan er hinn formlega undirritun þá við síðar umræðu sem er gert ráð fyrir að verði 4. maí. Þannig að það sé svona haft í huga. Okkar áritun kemur svo bara inn við síðar umræðuna og þetta er bara sama verklag við höfum haft undanfarin ár og er bara samræmt hjá sveitarfélögunum. Við birtum ekki áritun okkar fyrir en við síðar umræðu en gerum ekki ráð fyrir öðru en að hún verði bara hefðbundin fyrirvaralaus áritun eins og verið hefur. Nú bæjarstjóri fór ágætlega yfir helstu stærðir rekstrarreikningsins. Það er auðvitað blasir við að svona umfang sveitarfélagsins er að aukast. Það auðvitað sést bæði bara á íbúafjölda og tekjum og útgjöldum og svo sem búið að gera ágætlega grein fyrir því í hverju helstu frávik frá fyrra ári og áætlun í hverju þau felast. Menn geta svo haft allar skoðanir á því en þetta er raunverulega staðan og kannski þegar við horfum aðeins á skuldirna hér á eftir þá er ágætt að rifja upp hvernig eðli skuldbindinga annars vegar er og langtíma skulda hins vegar. En niðurstaðan er 560 milljón króna halli á samstæðunni í heild og svo 618 milljón króna halli á A-hlutanum. Sem er raunverulega betri niðurstaðan en þið voru að gera ráð fyrir þegar þið voruð að samþykkja ykkar áætlanir. Og hefðbundin framsetning þar að segja áætlanir með viðaukum eru birtar í samanburði við rauntölur og fyrrárstölur fyrir A-hluta og svo samandregina og B-hluta. Þetta þekkið þið. Aðeins bara varðandi efnahagsreikningin á þess að ég ætla að dvelja lengi við það að heildareignir sveitarfélagsins eru orðnar ríflega 26 milljarðar króna og eðli starfseminnar eru auðvitað þannig að langstærsti hluti þessara eigna eru langtíma eignir, það er að segja fasta fjármunir sem er annars vegar varlegir restarfjármunir og hins vegar áhættufjármunir og langtímakröfur. Stóru liðirnir í þessu eru auðvitað bara fasteignir,
götur, veitur og önnur mannvirki sem eru þarna upp á 22 milljarða tæpa. Áhættufjármunir upp á tæpa 2 milljarða og þar eru stóru tölurnar fyrirhækkandi kostnaður sem liggur í brúaruppgjörinu og langtímakrafa sem langstærstu hluti á ríkissjóð vegna hjúkrunarheimila og svo eignarhlutir í félögum sem eru færðir þarna upp. Skammtíma liðirnir, þið sjáið að veltufjármunir eru nokkuð hærri en þeir voru fyrir sambærilegt tímabil í fyrra, það er að segja 2,3 milljarðar rétt ríflega á móti 1600 milljónum og þið sjáið að óinnýttu tekjurnar eru þarna að hlaupa upp og eru rétt ríflega 2 milljarðar á móti ríflega 1400 milljónum á fyrra ári og það skýrist auðvitað bara af umsvifa aukningunni, það er að segja óinnheimtar skatttekjur, staðgreiðsla og annað sem útistandandi í lok árs innheimtist á fyrstu mánuðum ársins að þar af leiðandi stendur sem skammtímakrafa í árslok. Það er að skýra stóran hluti af þessu og sem auðvitað skýrist af íbúafjölda og umsvifa aukningu sveitarfélagsins. Aðrir liðir eru í ágætum takti við fyrra ár og þið sjáum að handbært fé þarna rétt tæplega 100 milljónir í árslok. Skuldir og eigið fé það er bara hefðbundin flokkun á því, það er að segja að við erum með eiginfjárreikningi sem bara bókart virði eigna á móti bókart virði skulda, breytist sem nemur afkomu ársins og endurmati lóða og lendna sem eru endurmetnar í samræmi við ákvæði í laga. Við gerum grein fyrir því í skýrslu okkar. Síðan ágætt að taka aðeins utan skuldbindingarhlutann, það er að segja það eru tvenns konar skuldbindingar sem sveitarfélagið hefur í sínum bókum, annars vegar lífeyrisskuldbindingi sem kannski stóra talan í þessu og svo tekjuskattsskuldbinding sem frestaðir tekjuskattur í B-hluta. Eðli lífeyrisskuldbindinganna þannig að hún metin á reynskiladegi og sveitarfélagið hefur eins og önnur sveitarfélög í landinu verið bara með sérfræðinga í því, tryggingastærfræðinga í því og þetta raunverulega það best eiginlega að taka utan málið þannig að ef það hefði þurft að gera þetta upp á nýársdag þá hefði þetta verið það sem endurgreiðslu. Og það matið sem menn reiða sig á og þannig raunverulega skuldbindingin sett fram. Og við draugum þetta út úr langtíma skuldahlutanum af því að það eins og bæjarstjórinn nefndi og hefur verið rætt, það óvissa endanlegan höfuðstól sem kemur til greiðslu. Það ræðist af ýmsum þáttum, eða annars bara hvernig lífeyrisþegunum reiðir af og svo auðvitað bara launaþróun annað sem hefur áhrif á þetta. Þannig að þetta ekki eins og hvert annað skuldabréf sem með fyrirsjáanlega greiðsluhröð og höfuðstól. Og hitt auðvitað hvenær þetta kemur til greiðslu, það óvissu það og þess vegna meðal annars þetta dregið út úr skuldaviðmiðum. Það einungis sá hluti sem kemur til greiðslu næstu 15 ár tekin inn í skuldin. Þannig að það bara mikilvægt að hafa það í huga að þetta auðvitað skuld eða skuldbinding sveitarfélagsins, það ekki deilt en mikilvægt að átta sig á hvernig eðli hennar Síðan eru langtímaskuldir sem eru bara þessar hefðbundnu skuldir með sína greiðslulöð og sín höfuðstól og það rétt að þær auðvitað hreyfast í verðbólgu árum og sveitarfélagið gjald færir þann kostnað og færir til hækkunar á höfuðstóli þessara lána og sú fjárhæð kemur og mun koma til greiðslu bara á líftíma lánsins. Þannig að þetta eru 13 eða tæpir 14 milljarðar sem að langtímaskuldir sveitarfélagsins og það eru þá sá hluti sem kemur til greiðslu 2023 og síðar. Óverulegur hluti þarna eru leiguskuldir og síðan eru þá skammtíma hlutin af þessu sem eru rétt ríflega 3 milljarðar. Stærsti hlutin af því eru annars vegar þá næsta ársafborganir langtímaskulda og svo eru aðrar skammtímaskuldir sem eru þá raunverulega punktstaðan í árslok, það er að segja að þetta eru launatengd gjöld og annað slíkt. Þannig að eiginfjárskuldir samtals upp á 26 milljarðar. Bæjarstjóri fór ágætlega yfir veltufjárrekstur og það að okkar mati kannski ef menn að rýna árangur á milli ára eða hvernig svona reksturinn að gera sig á milli ára þá það ágætis mælikvarði á það því að við erum þarna búin að leiðrétta fyrir þessum stóru reiknuðu liðum sem að hreyfa afkomuna en ekki að hafa fjárstreymisáhrif fyrir en þá síðar og kannski svona
eðlilegt að horfa á því ljósi. Og veltufjármyndun sveitarfélagsins 1100 milljónir, rétt ríflega á árinu sem er verulegur bati á milli ára. Hluti af þessu veltufé svo bundið í skammtímaliðum, þar að segja greiðsluáhrif af skammtímaliðum. Stóra talan í þessu eru óinnheimtu tekjurnar sem eru þarna hækkun 600 milljónir, sem er að langstærstum hluta krafa sem að sveitarfélagið á í árslok en greiðist á fyrstu mánuðum ársins. Þannig að, og þarna í neðstu línunni svo greiðsla vegna lífeyrisskuldbindingarinnar og það hin raunverulegu greiðslu áhrif af þeirri skuldbindingu, 83 milljónir, sem í ágætum takti við það sem þið voruð að gera ráð fyrir. Þannig að handbært frá rekstri þá raunverulega það sem að sveitarfélagið hefur til fjárfestinga og afborgana lána. Fjárfestingar nettó námu tæpum 1900 milljónum og það þýðir að það er ákveðin fjárþörf sem er þá mætt með lántökum. Lántökurnar nettó námu 1300 milljónum, það er að segja 1300 milljónum sem lántökur voru umfram afborgana lána. Samantekið er þetta hækkun upp á 60 milljónir. Sveitarfélagið var með handbært fé upp á 30 í ársbyrjun og er þar af leiðandi með þessar 91 milljón handbæra í ársbyrjun. Síðan taka bara við hefðbundnar skýringar sem ég ætla svo sem ekki að dvelja við. Það er þó bara aðeins til að glöggva okkur á því og rifja upp að þær eru bara settar fram í sömu röð og reikningur kemur fyrir. Þannig að fyrst er gerð grein fyrir reynskilaðaðferðir sem beitt er á einstaka liði og síðan koma þá sundurliðarnir bara eins og reglugerð 12 mæli fyrir Það er gerð grein fyrir hvernig rekstrartekjur sundurliðast. Það geta glöggvað sig á hvernig útsvar og skattar, framlög jöfnunarsjóðs og svo framvegis. Gerð grein fyrir launum og tengdum gjöldum. Bæjarstjóri fór ágætlega yfir hvernig fjármagnsliðirnir að sveiflast og þá sérstaklega verðbólgu áhrifin og það er gerð grein fyrir því í skýringu 6. Síðan hafið þið í ykkar gögnum sundurliðunarbók þar sem að þið eruð með málaflokk og deildayfirlit nokkuð ítarlegt en heildaryfirlit rekstur málaflokkanna er hér í skýringu 7. Þannig að þetta er auðvitað bara eitthvað sem þið þekkið og er engin frávik á milli ára. Eitt sem að ég vil hnykkja á að það eru sveitarfélagið hefur í lánasamningum sínum fyrirvara eða kóvenanta ákveðin fjárhagsskilyrði sem við gerum grein fyrir hér í lánaskýringunni. Þar á meðal eru skilyrði sem að hanga eða eru tengd fjárhagsviðmiðum eða fjármálareglum sveitarstjórnarlaganna og eitt þeirra er rekstrarjöfnuður og hann er eðli málsins kannski samkvæmt í því árferði sem við erum að koma út úr núna neikvæður fyrir þessi 3 ára tímabil en með vísan til sveitarstjórnarlaganna þá voru þessar fjármálareglur teknar úr sambandi raunverulega á bilinu 2020 til 2025 og eru þar af leiðandi ekki í gildi og þar af leiðandi hefur það ekki áhrif á þessi fjárhagsskilyrði lánasamninga. Þannig að það þurfum bara horft í gegnum þau og þeir þá raunverulega bara standa. Vildi bara vekja athygli ykkur á þessu af því að við tökum sérstaklega utan þetta í skýringum. Þannig að við skulum kannski, þetta sé ekkert meira í reikningum sem ég myndi vilja tæpa á, en bara aðeins varðandi skýrslu okkar. Eins og áður segir, þá er ég með hana hér í drögum. Tekst samt fram að vinnu okkar er nánast lokið, þar að segja að það er ekkert sem við höfum eftir að framkvæma og þó að við höldum þessu svona formlega í þessu farvegi. Dagsetningin hann á 4. maí. Henn er beint til og ég hef þann vana að hnykkja á því að þessari skýrslu er alltaf beint til bæjarstjórnar þó að þið hafið þann háttinn á að hún sé kynnt hér á opnum fundi en eðli skýrslunar er þannig að við beinum henni bara til bæjarstjórnar. Hún er raunverulega okkar vettvangur til þess að gera bæjarstjórn grein fyrir okkar niðurstöðum, hvernig við tökum utan einstaka liði, hvernig við hvaða áherslur við erum með hverju sinni og svo framvegis. Svo fylgir henni viðauki þar sem við svona gerum aðeins grein fyrir því hvernig rauntölur síðustu 2 ára leggjast í svona samhengi við þær áætlanir sem þeir hafið samþykkt og þetta er svo bara þekkt framsetning. Kannski bara aðeins
niðurstöðurnar eru auðvitað bara með þeim fyrirvara sem ég hef nefnt, en það er engir mismunir sem hafa komið fram, það er engir sérstakir veikleikar sem við þurfum að gera bæjarstjórn grein fyrir. Ófrágengnum málin sem eftir þennan fund í dag eru raunverulega bara formleg undirritun á reikningnum, afgreiðsla bæjarstjórnar, undirritun endurskoðanda, frágangur á staðfestingarbréfum og svo framvegis sem er bara svona hefðbundin gögn. Okkur ber að gera einhver grein fyrir ýmsum liðum og við gerum það í þessari skýrslu. Við tökum utan þessi mikilvægismörk sem eru þessi ásættanlega skekkja sem við vinnum út frá, það er að segja við metum út frá umfangi starfsemi sveitarfélagsins, það er að segja tekjum, eignum og svo framvegis, hvað lesandi að notandi reikningsskilana mundi sætta sig við í skekkjum, án þess að hann fara að breyta það hvað ákvarðanir hann tæki á grundvelli reikningsins. Og þá eru það hinir ýmsu hagaðilar, lánardrottnar, íbúar og svo framvegis. Og þetta eru auðvitað háar tölur af því að við erum að nota tekjugrunn sveitarfélagsins sem viðmið og gerum ráð fyrir því að 133 milljónir í uppsafnaðri skekkju á reikningsskilin í heild myndi ekki hafa áhrif á lesandann, 100 milljónir á einstaka liði og ef við erum með einstaka skekkjur sem við finnum yfir 6,7 milljónum þá er gerð grein fyrir því í gagnvart bæjarstjórn. Þetta getur bæði verið skekkjur og þetta getur líka verið ágreiningur framsetningu og mat á einstökum liðum. Þannig að niðurstaðan á þessum tímapunkti er að það er engin slík mál uppi og engir mismunir sem við erum að ferðast með. Umfang endurskoðunar er auðvitað mikilvægt, hvað er undir í okkar vinnu og það er umlega bara öll samstæða. Við erum með annars vegar bara sveitarfélagið og sjóði og svo erum við með Hitaveitu Mosfellsbæjar sem er sérstakt félag sem er endurskoðað líka af KPMG. Þannig að það er raunverulega allt undir í því. Og síðan kom bara áherslupunktarnir okkar, við reiðum okkur mikið á fjárhagskerfi sveitarfélagsins, það er eðli okkar vinnu er að breytast, það er að segja við erum að færast úr því að vera að fletta í möppum, taka úrtök úr reikningum og pappírum yfir í það að vinna á fjárhagsgögnunum í heild sinni. Við höfum öflug greiningartól í það, við getum tekið til okkar allt gagnasettið ykkar til þess að vinna með, þannig að áherslur okkar á fókus verður mun markvissari. Þar að leiðandi erum við að reiða okkur mjög á það hvaða skipulega er í kringum kerfin, hvernig þau virka, hvaða eftirlitsþættir eru settir upp í því og svo framvegis og engar sérstakar athugasemdir hvað það varðar vegna ársins 2021. Við þurfum að horfa sérstaklega á stjórnendur og svona æðstu stjórnendur í okkar vinnu, einfaldlega bara vegna þess að slíkir aðilar hafa tækifæri, aðstöðu og þekkingu til mögulega misfara með fjárhagsupplýsingar. Það er bara innbyggt í okkar staðla og okkar regluverk. Þess vegna flöggum við því alltaf sem sérstöku áhersluatriði og engar vísbendingar neitt slíkt á þessum tímapunkti. Okkur ber að framkvæma stjórnsýsluendurskoðun, það er gert bara með hefðbundnum hætti og við höfum skilað af okkur sérstakri skýrslu hvað það varðar og engir punktar sem þar koma fram sem eiga erindi inn á þennan vettvang. Og síðan raunverulega bara göngum við á einstaka liði reikningsins og gerum ykkur grein fyrir því í hverju áhætturnar felast, hver okkar viðbrögð eru og hverja niðurstöðurnar eru hverju sinni. Ég ætla svo sem ekki að dvelja við það. Við höfum fengið lífeyrisskuldbindingu færa auðvitað talsverða umfjöllun og við erum hér með tiltölulega ítarlega umfjöllun málið, þannig að þið getið glöggvað ykkur því í hverju þessar breytingar felast. Þetta eru svo tölurnar sem bæjarstjóri var með í þessari töflu, þar sem er búið að brjóta þessa hækkun upp í þessa 3 liði og gera ágætlega grein fyrir því í hverju þeir felast. Það hefur verið fjallað þetta á öðrum vettvangi, Samband Íslenskra sveitarfélaga sendi frá sér minnisblað sem dæmi og þannig að það er komin ágætis grunnur varðandi það hvað máli snýst. Svo geta menn auðvitað haft alla skoðun á því og almennt held ég að menn séu nú kannski súrir með að fá þetta inn í rekstrarniðurstöðuna sína sveitarfélögin í landinu en þetta er held ég nokkuð samræmd nálgun. Ég hef allavega ekki séð neitt sveitarfélag sem hefur farið aðra leið en þessa í að afgreiða máli. Enda er það allavega mitt mat að þetta sé rétta meðhöndlun.
Skuldum við lánastofnanir, við hnykkjum bara á þessu sem ég nefndi og fjallað í skýringunni, þannig að það svo sem ekki að fjölur það. Síðan koma glærur þar sem okkur ber að, og þetta aðeins litað því að þið eru auðvitað sveitarfélag með skráð skuldabréf og þar af leiðandi eru þið með eilítið stífari regluramma gagnvart til dæmis endurskoðendum ykkar. Við erum þar af leiðandi með aðeins ítarlegri skýrslu en kannski gengur að gerist almennt hjá sveitarfélagunum. Þannig að það til dæmis varðandi endurskoðun nálgun á einstaka liði. Við gerum ykkur grein fyrir því hér á glæru 22 og síðan tökum við hér saman ítarefni. Á eina glæru tökum við saman atriði sem okkur ber að upplýsa ykkur og gerum það hér með og sem eru þá ýmis atriði sem við staðfestum að séu annarkvort fjallað eða þá fjallað með eðlilegum hætti. Þannig að það er engar ábendingar hvað það varðar. Óhæð okkar þarf auðvitað að staðfesta hvaða vinnu við erum, aðra þjónustu við erum mögulega að veita sveitarfélaginu, hvort að endurskoðandi og endurskoðandateymi er einhverjum hátti háð sveitarfélaginu eða stjórnendur þess, það er staðfest að svo er ekki. Við gefum grein fyrir því. Gagnkvæm samskipti okkur ber aðeins að flagga því hvernig svona okkar vinnu er háttað. Við sendum ykkur kynningu á okkar nálgun í febrúarmánuði rétt og sú áætlun nefnilega bara heldur. Og svo eru bara helstu dagsetningar á varðandi hvernig þessari vinnu vindur fram og hvernig við svo gerum grein fyrir okkar niðurstöðum. Fyrirvarinn er bara sem ég nefndi upp að við skýrslunni er auðvitað bara beint til bæjarstjórnar og er bara sett fram í þeim tilgangi. Svo sem engin leyndarmál í þessari skýrslu en hún mun alltaf vera á þeim nótum að henni er beint til bæjarstjórnar. Aðeins varðandi breytingar í vændum og ég veit að Pétur kom með þyringi maðan yfir þessu. Það eru breytingar á regluumhverfi sveitarfélagana sem felast í því að nú þarf að fara að taka inn í hlutfallslega samstarfsverkefni og hefur auðvitað talsverð áhrif hér sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og sveitarfélögin held ég almennt nær öll nýttu sér frestunarheimild, þar að segja þau tóku þetta ekki inn í ársreiknings 2021. Ég held ég þekki ekkert dæmi þess en það þýðir að þau munu þurfa að taka þetta upp í áætlunum sínu núna á miðju ári. Þannig að það býður fjármálateymisins að stilla upp viðaukum sem að ná utan þetta mál og ég veit að menn eru farin að huga því nú þegar. Aðeins bara gera grein fyrir í hverju þessar breytingar felast. Síðan látum við hér fylgja með í viðauka eins og við höfum gert undanfarin ár, aðeins bara svona hvernig við tökum utanum hérna rauntölur í samhengi við áætlanir og við höfum svona lagt kannski áherslu á það að svona einfaldast í mælikvarðan á hvernig reksturinn er að ganga frá ára til árs hversu mikið veltufé er að koma út úr starfseminni og það veltufé þá sett í samhengi við greiðslubyrði lána og svo mögulegar fjárfestingar sem bíða. Mosfellsbær er auðvitað sveitarfélag í talsverðum vexti þannig að það er ekkert óeðlilegt að það sé einhverju vaxtarverki sem fylgja því en ef við horfum á þessar kennitölur hér eru rauntölur 2020 og 2021 og hér er þá rekstrarniðurstaðan eins og hún kemur, þetta er áætlanir eins og því að við samþykkt þær og við drögum hérna fram veltu fyrir rekstri samkvæmt sjóðstreyminu og við sjáum batan hér á milli ára úr tæpum 500 milljónum í ríflega 1100 milljónir á milli ára og það er svo sett í samhengi við greiðslubyrði lána og leiguskulda gefur okkur annaðhvort greiðslu afgang eða fjárþörf. Við sjáum að þið eruð í fjárþörf bæði árin og það eins og bæjarstjóri kom inn á skýri það að kennitalan veltufé í hlutfalli við greiðslubyrði lána undir 1. Þið gerir hins vegar ráð fyrir því að þetta snúist við, verði nær komið í balans á árinu 2022 og verði svo orðið jákvætt og taki svo verulega við sér þegar við erum komin á síðasta ára áætlun tímabilsins. Þannig að uppsafnaður greiðsluafgangur verði ríflega milljarður í lok áætlunartímans. Þetta þarf svo að setja í samhengi við þá svona þau fjárfestingarplön sem sveitarfélagið er með í sínum kortum og þau eru auðvitað í takti við bara uppbyggingu og umfang starfseminnar og það er gert ráð fyrir því að uppsöfnuð fjárþörf sem þarf þá að fjármagna með langtímalánum eða með öðrum hætti séu tæpir 6 milljarðar í lok áætlunartímans. Ágætt að horfa á það líka þá í samhengi við skuldastöðuna, þar að segja heildarskuldir þá eins og þið eruð áætlað að verða þá komnar í rétt ríflega 21 milljarð
en skuldaviðmiðið einungis 83% sem þýðir þá að tekjugrunnurinn að vaxa eða þið að gera ráð fyrir því að hann vaxi samtidig. Þannig að bara svona til að setja, og við notum þessa glæru til að meta svona rekstrarhæfi og hvernig svona fjárhagslegu grundvöllur undir rekstrinum og þetta sýnir okkur að svona miðað við áætlanir þá ágætis jafnvægi á hlutunum. Síðan horfum við hér aðeins á rekstrarjöfnuðinn og ég nefndi það að hann er neikvæður eftir hallarekstur síðustu 2 ára. A-hlutinn raunverulega bara settur fram til glöggvunar, A- og B-hlutinn það sem að fjármálareglur sveitarstjórnarlaganna taka til, en ég hnykki á því að þær eru raunverulega ekki í gildi fyrir 2025. Þannig að við hnykkjum á því hér í þessum texta hér sama borið. Framleiðarhlutfallið tekið hér og svo tökum við utan skuldahlutfallið sem þessi einfaldi mælikvarði heildarskulda og rekstrartekna án allra leiðréttinga og svo erum við þá með skuldaviðmiðið sem kannski þetta viðmið sem að menn eru að horfa meira á þar sem búið að leiðrétta fyrir liðum eins og til dæmis lífeyrisskuldbindingu, skuldum vegna uppbyggingar á hjúkrunarheimilum og fleiri. Þetta munum þið fá og svo hér í lokin aðeins varðandi starfstíma endurskoðunarfyrirtækja og svona reglur sem gilda samskipti endurskoðenda og þessara PAI-félaga, PAI-sveitafélaga sem þessar Public Interest Entities sem eru einingar sem tengjast almanna hagsmunum og af því að Mosfellsbær ásamt ekkert svo mörgum sveitafélögum, þeim fer nú fækkandi, eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands, þá gildir ykkar ákveðið regluverk sem að svona menn að máta saman við sveitarstjórnarlögin og við erum alltaf í þessari, kannski ekki kalla það tókstreitu en að reyna svona að finna einhvern skynsamlegan hlut á því hvenær sveitarstjórnarlögin trompa ásetningarlögin sem sérlög og þetta nú kannski lögfræði en þetta eitthvað sem að svona þessi hópur sveitarfélagana alltaf svona að glíma við, getum við sagt innan gæðsum. En að öðru leyti þá liggur skýrslan fyrir í drögum. Ég gerir ráð fyrir að senda ykkur hana bara í endanlegum búningi undirritaða í aðdraganda síðarumræðu, bara með fundagögnum og eins og áður þá auðvitað hafið þið aðgang að endurskoðanda á milli umræðna og raunverulega hvenær sem og svo ef einhverjar spurningar eða vangaveltur þá sjálfsagt að svara því í framhaldi. Takk fyrir mig. Halleluja. Já, ég vil þakka Markúsi Sigurjónssyni, endurskoðanda, fyrir þessa góðu yfirferð. Nú hefjast frjálsar umræður bæjarfulltrúa ársreikning Mosfellsbæjar 2021. Þeir eru að gefa merki, það fyrir bæjarfulltrúi búin að gefa merki, Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég bið nú smá ráðrúm til að fjalla þetta viðamikla mál og ætla að byrja á því að ræða yfirferð bæjarstjóra hérna áðan. Það sem ég sá það samanburður áætlunar sem var gerð fyrir starfsárið 2021. Fjárhagsáætlun sem var væntanlega í kringum gerð maí 2021 en svo til spá frá október 2021. Og til þess að bera þá þessa nýju spá við stöðuna sem ég hefði nú fundist eðlilega að nota, hún nær í tíma og það inn í gögnum málsins sem að tengist síðustu umræðu í samband við áform og áætlanir. Þá spá sem var gerð á 2021 fyrir áætlað niðurstöðu þessara gagna sem hér liggja fram. En þar í raun og veru verið að tala að þessi til dæmis lífeyrisþáttur, hann var ekki þar inni og við erum að sjá einnig að áætlanir síðustu ára, við tökum áætlanir fyrir þetta síðustu ára,
þá er eins og kom fram hjá bæjarstjóra almennt verið að tala þetta 180 milljónir árlega í tengslum við þessa lífeyrisskuldbindingu. Mín spurning er raun og veru sú, hvers vegna kemur þetta svona sem ein stór niðurstaða núna? Er ekki venja í þessu að fá þar útreikningarnar reglulega, með meiri reglulegu bil, vegna þess að þetta er svo langt árabil? Að fá þetta svona, þá er spurningin sko hvort það sé hægt, kannski er þetta dýr þjónusta, en ég er að spyrja það að hvort það sé hægt að gera þetta kannski þéttar, að meta þessa tölur varðandi skuldbindingar bæjarins. Af því að þetta kemur sem svona sérstakt tilviki núna og tók langar tíma hjá bæjarstjóra að kynna okkur þetta og maður skilur vel að þetta tekur í, en það verður gott að vita aðeins þetta atriði. Þetta kemur dálítið svona eins og í bakið á okkur. En svona til þess að líta á skuldahlutfallið, og þá vil ég oft ræða skuldahlutfallið og skuldaviðmiðið sem sitthvort töluna, því að skuldahlutfallið birtist nú reyndar í ásetningum og í áætlunum og einnig skuldaviðmiðið. Skuldahlutfallið í raun og veru skuldirnar allar með þessum skuldbindingum, en skuldaviðmiðið þá er búið að taka til hliðar samkvæmt reglugerð, meðal annars lífeyrisskuldbindingar. Það er sem sé ekki inn í skuldaviðmiðið. En þá væri skuldahlutfallið í kringum 184% fyrir Mosfellsbæ. Ég sakna þess í gögnunum að sjá það, vegna sem maður er vanur að sjá þetta bæði í ásetningi og í áætlun. En þá skuldaviðmiðið er það 102%. Í áætlunni hér á undan, það er þessi árunum undan sem við vorum að gera áætlunni fyrir þetta ár, þá lá skuldahlutfallið á bilinu 105 til 132%. Og síðast þá var sú áætlun í raun og veru spáin síðastlega haust. En áætlunin samkvæmt nóvember, sem var gerð í nóvember 2020 fyrir þetta rekstrarár, þá skuldahlutfallið í kringum 140% og skuldaviðmiðið 111%. Þannig að ég vil nú segja það að miðað við þessar tölur erum við vissulega að gera nokkuð betur. Og þetta því ber að fagna, en það er vissulega langt í land. Nú, það sem kom ágætlega fram hjá Magnúsi, og ég vil þakka starfsmönnum bæjarins sem hafa unnið á þessu máli og einnig Magnúsi og KPMG fyrir þeirra störf. En það kemur réttilega fram hérna áðan að það sem ég hef getið áður er að veltufjárhlutur er undir 1. Það er sem sé veltufé frá rekstri deilt með skammtímaskuld. Sko, þetta er undir 1, en miðað við það, þá er ég að tala í þessu tilviki núna, og veltuféð 1,2 milljarður og skammtímaskuldirnar 3 milljarður. Þannig að það er ágætt að fá einmitt þessar reglur sem eru að koma inn til þess að gera betur grein fyrir þessum hluta. Það getur sveitarfélagsins til þess að ráðast á skammtímaskuldir. Að öðru leyti erum við náttúrulega miklu framkvæmdum, þannig að það er ofta að dekka útgjöld og fjármagna þessu síðan með langtímalán. Nú, það sem ég vil kannski segja er að skuldir á hvern einstakling í Mosfellsbæ, íbúa, er komin yfir 1,4 milljónir á mann. Og það sem að mér svona sýnist í sambandi við þennan ásetning er einmitt að tekjurnar eru að hjálpa okkur. En inn í tölunum sem er verið að ræða er einnig eignfærðar fjárfestingar. Og það þarf að komast í gegnum rekstrarreikninginn, í gegnum aðra tekjur, væntanlega að hluta til, og það eru inn í þessum tölum. Þannig að í raun og veru sé miðað við áætlunina sem ég sé hérna, eða spána frá október 2021 fyrir þetta ár,
þá er í raun og veru tekjuhliðin 300 milljónir krónum betri. En ef þú miðar við áætlunina sem gerði það fyrir þetta ár þar undan, þá er hún eins og bæjarstjórinn nefnir milljarður betri tekjuhliðin. En hins vegar má segja að niðurstöðu án fjármagnsliða er verri ef sé miðað við það tíma. Þannig að mér finnst gott að sjá nýjustu spána í samanburði sem er frá október með þessu. Vegna þess að það er nýjasta í spáin, þó við gefum áætlunum með viðaukum, þá er þessi spá samt opinbert plagg og sett fram sem hluta af þessum áætlunum sem við miðum við. Nú, annað sem ég ætla að nefna sem reyndar Magnús kom inn á, það er þetta PÆ, eða einingar tengdar almannahagsmunum. Í ársreikningalögum er sérstaklega getið þetta. Tilskipun frá Evrópusambandinu var innleidd í lögum ársreikninga árið 2008 og tók gildi í janúar 2009. Þessi tilskipun var innleidd án hliðarskilyrða eða einhver sveigjanleika gagnvart þeim sem er að ræða. En einingar tengdar almannahagsmunum eru þær fyrirtækja einingar sem eru með skuldabréf á markaði og einnig önnur félög, þar á meðal sveitarfélög. Og í þessu samhengi vil ég benda á að það hefur verið rituð grein í tímaröndum viðskipta og efnahagsmál eftir Eyvind Gunnarsson, prófessor, og Hersir Sigurgeirsson, dósent við viðskiptafræðideild, það er prófessor Eyvindur við lagadeild og Hersir við viðskiptafræðideild. Þar benda þau á 12 sveitarfélög sem ber samkvæmt þessum lögum um ásetninga og þessum reglum sem tengjast þessu og innleiðingu þessa inn í íslensk lög að þar er meðal annars Mosfellsbær sem ætti að vera með endurskoðunarnefnd. Endurskoðunarnefnd er markmiðið að hafa óhæði á milli framkvæmdastjórnar og endurskoðunar. Þannig að ég hefði þá séð frekar að formaður endurskoðunarnefndar hefur fjallað reikninginn hér í dag en endurskoðandi. Við þurfum virðingu fyrir endurskoðandi, eins ágætt og einleiki var. Þess vegna segi ég að nú liggur fyrir ábending mín þetta inn í innanríkisráðuneytið frumkvæðisathugun á þessu máli varðandi Mosfellsbæ. Og vísa ég til minnisblað frá bæjarstjóra, lögmann bæjarins og fjármálastjóra það að endurskoðunarnefnd ætti ekki að vera starfandi í Mosfellsbæ. Nú, sökum þessa að það sé ekki búið úrskurða þetta mál innan ráðuneytisins og málið ekki komið þannig lengra, áskil ég mér rétt til þess að rita undir þennan ásetning með fyrirvara. Ég mun koma því til leiðar fyrir næsta fund í aðra umræðu, en ég mun þá vísa í akkurat þetta mál sem meðal annars kom upp hjá Magnúsi Jónssoni áðan. Það er alveg ljóst samkvæmt þessu að lögin eru alveg skýr, það voru engar beiðnar undanþágur til sveitarfélaga í þessu efni og ekki einu sinni varðandi stærð sveitarfélaga. Svo kemur þessi lagalega tækni sem er að ræða, sem Magnús benti réttilega á, sem er óleyst. Og því áskil mér rétt til þess að forseti að rita undir með fyrirvara. Við munum koma honum til skila til lögmanns bæjarins fyrir síðar umræðu. Já, það var nú engin bæjar norðin, það var nú beitt spurningum í máli til bæjarstjóra. Þannig að í máli Æðfélagsins Óskars. Þannig að Er ekki einhver aðrir sem ætla að vilja taka til Já, mál? ef ekki Ætla ekki aðrir að taka til mál? Jú, það er reyndar ekki búin að byrja máli, en ætla að geyma það. En orðið laust líka, ég skrifa niður hérna þessi vilja. Ég skildi spurningunum og snerist tryggingafræðilega úttekt á lífeyrisskuldbindingum.
Svo að sé nú engin misskilningur um það, þá hún gerði reglulega. Hún gerði einu sinni á ári. Þá fáum við talnakönnun sem nú svona aðili sem hefur þeir sérfræðingar sem hafa gert þetta hér fyrir sveitarfélög. Þá tekur hún og reiknar út lífeyrisskuldbindinguna. Það sem óreglulegt í þessu er það sem ég fór yfir á Glæru og endurskoðandi kom líka inn á að það eru þarna tvær stærðir sem eru endurmat, annars vegar endurmat á dánarlíkum eða lífslíkum sem hefur áhrif til hækkunar lífeyrisskuldbindinga tæpar 100 milljónir, 98 milljónir ef ég man rétt. Og það vegna þess að á þeirra mati eru lífslíkur þessara manna lengri eða meiri heldur en hefur verið og það þýðir það að skuldbinding okkar hækkar. Það kemur fram í þessari reglulegu yfirferð á mati á lífeyrisskuldbindingum. Hitt var það sem ég nefndi að fyrirtækið eða stærðfræðingar þeirra ákváðu að kanna réttmæti eða tilurðar þess mats að gert hefur verið ráð fyrir því í þessum útreikningum að laun þessara starfsmanna sem í þessum sjóði eru og þar er að segja opinberra starfsmanna hafi hækkað að meðaltali 7,8% síðustu 25 árin en það hefur verið gert ráð fyrir 5% í útreikningum hingað til og þeirra mat það að þessi hækkun verði 7,5% það sem eftir og það þýðir það að þessi hlutfall sveitarfélagsins í þessum lífeyrisskuldbindingum hækkar á 52% í 60%. Lífeyrissjóðurinn sjálfur þá með vörðurinn. Og þetta þýðir hækkun skuldbindinga um 313 milljónir. Þetta útkomið á ákvörðun sem þessir sérfræðingar taka á forsendum útreikningsins og gera hana á grundvelli þessarar sagnfræðilegu stærðar. Ég lýsti skoðun minn á því, ég var ósammála á því að þetta yrði raunin en Magnús búinn að fara ágætlega yfir það að þeirra tillaga sem sagt endurskoðendana að fara eftir þessum mati sérfræðinganna og það var gert. En svo spurningunum sem svarað, eins og ég skildi hana, þá útreikningurinn á lífeyrisskuldbindingum gerður reglulega, gerður árlega. Þessu tilfelli komu sérfræðingarnir með breytingar á forsendum hvað þetta tvennt varðar sem hefur þessi áhrif á hækkun lífeyrisskuldbindinga fyrir Mosfellsbæ. Nú ætla ég að vera velkominn Páll Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúa. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti og gestir. Við erum hérna að fjalla ársreikninginn fyrir Mosfellsbæ árið 2021. Fyrri umræðu. Að mörgu leyti, ég vil byrja því að þakka starfsmönnum fyrir þessa vinnu sem eins og nefnt var hérna. Þetta er viðamikil vinna og hérna þetta er nokkuð vel gert plagg og hérna það hefur verið. Það er svo ánægjulegt að þetta stenst ekki alveg þetta plagg núna þar sem að afkoman er mun betri heldur en við gerum ráð fyrir og er það fagnaðarefni. Það hefur verið mikið rætt þessa endurskoðun á lífeyrisskuldbindingum og hérna ég hef svona ekkert miklar áhyggjur af því. Það er eins og lýst yfir hérna, þetta er reiknuð stærð og vissulega kemur þetta þannig út að sveitarfélagið er rekið með tapi en aftur, þetta er reiknuð stærð sem er verið að spá fyrir framtíðina og það er bara erfitt að spá og sérstaklega framtíðina og vonandi og gæti verið að þetta kom einhvern veginn öðruvísi út en það er alltaf tvær hliðar á hverjum pening að ef laun hækka mikið í framtíðinni að þá er afkoma allra líka betri þannig að þetta er líka svolítið
catch-22, eða ekki catch-22, heldur helst í hendur og eins og bæjarstjóri lýsti hérna þá afborganir eða borgun, það sem við þurfum að borga núna, minna heldur en það sem gerður ráð fyrir. En það annar mál. Það sem skiptir máli náttúrulega þessar stærðir. Í fyrsta lagi veltufé fyrir rekstur. Þess að hvað skilar reksturinn. Og það ánægilegt að hann sé nú meiri heldur en við gerum ráð fyrir, sem þýðir að við þurfum að taka minni lán og eða höfum meiri slagkraft til fjárfestinga. Og við þurfum þess í stækkandi bæjarfélagi. Þá þurfum við að fjárfesta svona til lengri tíma. En það líka önnur stærð þarna sem er reiknustærð sem var verið að lýsa og það eru verðbætur og verðbólgan er vissulega mun meiri heldur en við gert ráð fyrir og það er mikið áhyggjuefni til framtíðar að það muni svolítið draga á aftur á móti úr okkar slagkrafti til fjárfestingu vegna þess að þær verðbótur þurfum við væntanlega að greiða. Það er líka önnur stærð sem kannski að við þurfum að huga sem að hækka líka og það eru skuldir. Mér sýnist að skuldirnar okkar hækki milli ára um 16, nærri 17% sem er gríðarlega mikið og sérstaklega í svona hárri verðbólgu getur verið dragbítur inn í framtíðina að skulda þetta mikið. En hins vegar þurfum við líka á þessu að halda til fjárfestinga. Við þurfum að búa til innviði fyrir stækkandi bæjarfélag. Við í minnihlutanum, við sem stöndum ekki að meirihlutanum, ekki orðað þannig, við tókum það ákvörðun eins og hér á lýst að standa sameiginlega því að draga ekki úr þjónustu við bæjarbúa þegar heimsfaraldurinn hófst. Þessi 2 ár hafa líka einkennst af því. Að vissu leyti erum við þá að ykkur leyti ábyrg fyrir þessari afkomu og að mörgu leyti er hún góð og það er mjög ánægjulegt að veltufé fyrir rekstur er meiri heldur en gert var ráð fyrir og tekjur meiri heldur en gert var ráð fyrir í áætlunum fyrir það síðasta ár. Já, orðið laust, var fleiri búin að biðja orðið hérna áðan, svo var ekki. Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi, hann er biðja orðið, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég vil byrja því bara að þakka starfsmönnum bæjarins fyrir að undirbúa ársreikninginn, gerð hans og framsetningu sem er eins og mörg önnur árin þar á undan vel gert. Þakka endurskoðandanum líka fyrir hans aðkomu og framsögu áðan þar sem hann fór ágætlega yfir það sem að snýr að hans og þeirra sem satt vinnu við ársreikninginn endurskoðanda. Það er hægt að hafa mörg orð ársreikninginn og það hefur verið talað skuldastöðu okkar og þetta allt saman og vissulega er hún há og það fara gríðarlega fjármunir í vaxtakostnað og allt þetta. En þetta er þetta hárfína samspil forseti milli þess að framkvæma og stakka bæinn og fjármagna það. Þannig að ég held nú að það sé svona í þrátt fyrir allt í svona þokkalegu jafnvægi, en stóru tíðindin sem sagt fyrir þennan ársreikning eða fyrir árið 2021, stóru tíðindin og gleðilegu tíðindin eru náttúrulega þau að við fengum sem sagt tæpan milljarð sem sagt í meiri tekjur heldur en við reiknuðum með og þar af leiðandi breytir það sem sagt niðurstöðu þessa ársreiknings til hins betra og bara þakkir bara öllum forlögum sem að stuðluðu að því að þjóðfélagi fór hraðar og öflura í gang en við höfðum
eiginlega þorað að vona og það hefur sem sagt skilað bæjarsjóði þessum tekjum í útsvari og það er reyndar bara meira og minna allir tekjustofnarnir sem að juku við sig útsvarið og fasteignagjöldin og jöfnunarsjóðurinn sem náttúrulega endurspeglar umfangið í samfélaginu og meðal annars útsvarstekjurnar líka. Þannig að allt hjálpaðist þetta að og færði okkur tæpan milljarð sem var sannarlega vel komið að fá það. Þannig að nú erum við bara að vona að gæfan verði okkur hliðholl áfram og að tekjurnar sem sagt haldi áfram að vaxa og þjóðfélagið bara að dafna og hagvöxtur sem að getur skilað okkur aftur inn á beinu brautina eftir þessi COVID ár sem er að baki og vonandi verður ekkert annað í heiminum sem að ruglar okkur í því. En sem sagt forseti, það var aðeins minnst líka á sem sagt endurskoðunarnefndina eða umræði endurskoðunarnefnd hvort hún ætti að starfa hjá bænum og svo framvegis. Við fengum þetta verkefni inn í bæjarráðið að fjalla aðeins þetta forseti eins og þú manst og allir sem að sitja við borðið. Aðeins. Og það var niðurstaða sem sagt úr þeirri yfirferð að endurskoðunarnefndina þyrfti ekki og fyrir því sem sagt liggur minnisblað embættismannanna sem að fór í það að skoða þetta gaumgæfilega. En bæjarfulltrúinn Sveinn Óskar sagði okkur frá því áðan að hann væri sem sagt búinn að senda ráðuneytinu erindi varðandi þetta og það verður þá bara að hafa sinn gang og niðurstaðan sem kann að koma út úr því. Vonandi verður hún sú að við séum á réttri braut en annars bara kemur þá eitthvað annað í ljós ef svo er ekki. En stóru tíðindin eru tekjuaukningin sem betur fer forseti og bara þakkir til þeirra sem að komu að gerð ársreikningsins. Takk fyrir. Já, þá tekur næst til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnardóttir. Anna Sigríður. Forseti, ég ætla að koma bara örsnöggt upp. Við erum við ársreikningin til fyrri umræðu og ég reyndar ekki alveg búin að sökkva mér niður í hvert einasta smáatriði í honum. En ég vil hins vegar þakka fyrir ágæta kynninga sem hér hefur verið flutt bæði af bæjarstjóra og endurskoðandanum og auðvitað þakka starfsmönnum fyrir þeirra miklu vinnu. Mér langar bara aðalega að segja það sem er sérstaklega gott er að viðsnúningur í tekjunum okkar hann kemur fyrr heldur en við gerum ráð fyrir sem er bara góðar fréttir fyrir samfélagið. Það segir okkur bara að samfélagið okkar hafi það betra og þá hefur bæjarsjóður það betra. En varðandi skuldirnar þá vildi ég bara koma inn upp og segja ég hef ekki einhverjar stórar áhyggjur af skuldunum. Það er náttúrulega eðlilegt. Við erum sveitafélag sem er að stækka mjög hratt og það er að fjölga mjög hratt fólki og eins og á við alla sem að þurfa að standa í því að byggja eitthvað upp til þess að hvort sem það er heimili eða skóli þá er eðlilegt að það þurfi að taka fé að láni. Við náttúrulega höfum góð lánskjör þannig að ég hef ekki stórar áhyggjur af því meðan að skuldirnar eru ekki meiri en þær eru. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég veit að ég get leitað til endurskoðandans ef það eru einhverjar sérstakar spurningar sem vakna. En þetta er afskaplega skýrt sett fram og mér finnst líka bara allar skýringar sem við höfum fengið yfirferð bæði eins og ég segi bæjarstjóra og endurskoðandans alveg til fyrirmyndar. Takk fyrir. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson. Þið búin orðið. Gjörðu það, Hafsteinn.
Forseti, ég bara fagna því hvað staðan er góð miðað við það hvaða ár eru að baki. Það held ég með segja að það sé bara virkilega góður árangur að vera í þessari stöðu. Svona í ljósi þessara 2 ára sem við eigum að baki og bara þakka öllu sem hafa komið að og svo þetta náttúrulega kannski bara að nefna það að þetta er kannski, eða ekkert kannski, ég held að þessi nokkuð gefið, þetta er í síðasta skipti sem ég kem hér í pontu og tala ársreikning Mosfellsbæjar og taldi bara rétt að koma og þakka enn og aftur fyrir góð störf. Já, þá er mælendaskrá opin þetta fyrsta mál á dagskránni. Svo tel ég nú að forseti standa á fætur, forseti til annars að vera í mynd, það er nú að tæknilegum ástæðum að ég er ekki í mynd, svo það sé nú sagt, svo ég sé að stýra fundinu hérna til hliðar. En ég ætla nú bara að segja nokkur orð sem forseti og bara þakka öllu sem hafa komið að gera þessara ársreiknings, starfsfólki og öllum embættismönnunum og endurskoðanda. Það er ekkert eftir nema að vísa honum til atkvæðagreiðslu til síðari umræðarsakir sem verður 4. maí eins og hér hefur komið fram. En hafa það formlega þeir sem samþykkja það að vísa til síðari umræðu 4. maí. Það eru bennir að gefa merki. Ekki rétt að fresta? Já, ásækja við skulum aðeins yngra bæjarfulltrúa, það vantar einn bæjarfulltrúa, einhverjum, augnablik. Þá getum við farið í þessa atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja það að ársreikningi Mosfellsbæjar 2021 sé vísað til síðari umræðu sem verður færð fram 4. maí en upptökund og það er samþykkt með í atkvæðum. Ég ætla að standa hérna áfram, þangað til að einhver biður orðið. Við förum í bæjarráð. Við getum tekað östu fundan, já. Já, það er óskað eftir smá fundarliði, það er nú reyndar svolítið hefð þegar þessu áfangi náð og við tökum stutt fundarlið.